Þá erum við komin hérna við rætur Kirkjufells. Ég ætla að hjóla hérna leið sem fyrir hringinn í kringum fellið. Komið með. Þetta er mjög einföld leið, það er lítil hækkun. Góður stígur, allan hringinn. Getur að vísu verið svolítið blautur á köflum. En þetta er labbað gríðarlega mikið af túristum. Þannig að hann verður alltaf betri og betri með hverju árinu. Það eru nokkra girðingar hérna í byrjun sem við þurfum að príla yfir. En það er bara í byrjun og lokin. Þetta er fyrsta. Það er stigur svona hér á leiðinni sem er hægt að nota til að fylgja líka. Ef maður hjólar hérna alveg í bakkanum getur oft verið hætta hérna á hægri hönd upp á að þetta ekki niður í fjöru. Þannig að maður þarf að fara svolítið varlega. Ég hjólaði þessa leið einu sinni á óramagnaða hjólinu sem ég átti þegar ég byrjaði að hjóla og það var líka bara mjög fínt. Þetta er svona svolítið cross country leið, ekki fyrir þá sem elska bara að bomba niður brekkur og fara hratt. Þetta er meira sem þeir fyrir þá sem hafa gaman að því að pedala líka. Sér að færa hérna undir girðinguna og ekki rafmagn á þessu. Betri stígurinn hérna megin. Þegar ég hjólaði í október það er búið að vera frost. Þannig að allt sem er oft frekar blautt er svona aðeins þægilegra núna. Þetta er bara prime single track hérna inn á milli sko. Og hérna hinum einu upp á hólnum er viti sem er notaður hérna fyrir innsiglinguna inn í Grundarfjörð. Svo er þetta að halda hérna beint áfram
Við ætlum að fara hérna upp á hólinn og fara að vitanum. Komin að vitanum. Hér ótrúlega fallegt útsýni. Átt að grunda fyrir hérna. Spegilsléttur sjór í dag. Út fjörðinn. Melrakka í hann í fjarska. Og Barðaströndir hérna hinum megin. Þetta svona alveg brölt inn á milli. Ég get ekki að gera þetta mjög smúð. Nú spurning hvað gerist við dróna minna. Það er fangelsi hérna rétt hjá. Og hann búinn að láta mig vita þessi warning zone. Það vona hann hrapi ekki bara niður eða hverfi. En við látum reyna á það. Ég myndi segja að þetta sé svona mín go-to leið þegar það komið snjór í fjöllin. Ekki að þetta verður að fara hátt upp. En mann langar samt út að hjóla. Þá er þessi fín í það. Svolítið grófti hérna. Jeez, þetta var kljóðlegt. Það er harðlega að vara sig á sem vatnið er að renna hérna frá fjallinu. Svona litla lækjasprænur inn á milli.
Sums staðar það maður svona prjóna yfir þetta eða bara labba. Næstu. Alveg niður í fjöru. Hérna mýri, hérna væri ekki gaman á vorin, fínt á haustin þegar það er búið að frysta. Það er árukomin niður í fjöru. Svo er eitt stigi hérna eftir til að komast við girðinguna. Hann er líka það mesta brasið. Ef maður er einn eða eru tveir, það eru ekkert mál. En að drösla þá rafmagnshjóli yfir er pínu bras. Það var leiðan í fjörunni að sleift. Ekki bara út af klakanum, heldur bara flauti steinar. Þetta er stiga. Þetta sé algengt fyrir þá sem treysta sér ekki alveg að labba upp á Kirkjufell. Hann fara þá allavega hringinn í kringu það. Það er eitthvað. Komum við að tröppunum. Ég ætla að einfalda þetta. Ég ætla að henda hjólinu bara yfir hér. Það er hægt að fara þarna líka. En ég er auðveldra að fara með hjóli hér
upp að bænum. Ef þú komst í gegnum allt myndbandi, það var bara geggjað. Ef þú langar eftir að prófa þessa leið, þá verður track inn á Strava sem þú getur kíkt á. Sjáumst í næsta vídeói.